Landsbankinn býður 200 völdum viðskiptavinum bankans ásamt mökum í ferð til Ítalíu helgina. Farið verður á La Scala óperuna, gist verður á 5 stjörnu lúxushóteli og vel gert við sig í mat og drykk. Jón Örn Guðbjartsson. Flogið verður til Mílanó á Ítalíu í beinu leiguflugi með viðskiptavinni Landsbankans klukkan 8 í fyrramálið. Ferðamaður þarf að greiða 50.000 krónur fyrir sætið, fari hann með Icelandair til Mílanó og aftur til baka. Gist verður á lúxushótelinu Hotel Principe di Savoia í miðborg Mílanó. Þetta 5 stjörnu hótel sem hefur verið griðarstaður fyrir ferðamenn og stórstjörnur frá árinu 1920. Hótelið býður jafna nóttin á 53.000 krónur miðað við gistingu í 2 manna herbergi. Þó má geta þess að afslættir bjóðast á vefsvæði hótelsins, en þar var hægt að kaupa gistingu í lúxusherbergi aðfaranótt sunnudags fyrir röskar 34.000 krónur. 2 nætur kostar því 68.000 krónur. Annað kvöld verður boðið upp á léttar veitingar á hótelinu áður en haldið í La Scala óperuna. Ekki var hægt að fá uppgefið hvað léttar veitingar kosta á hótelinu. Á La Scala ætla viðskiptavinni Landsbankans að horfa á Don Quixote. Ekki ætlast til að fólk mæti á gönguskónum því krafist spariklæðnaðar. Á heimasíðu La Scala kostar miðinn 1300 krónur fyrir þann stað þar sem lakast að sitja. Bestu sætin kosta hins vegar hartnær 7.000 krónur. Ef meðalvegurinn farin kostar 3.600 krónur að njóta Don Quixote. Að sýningu lokinni verður boðið upp á veitingar á Four Seasons lúxushótelinu. Ekki fékkst uppgefið á hótelinu hvað veislan kostar. Á laugardag verður boðið upp á hátíðarkvöldverð í Sforzesco kastalanum. Ekki ljóst hvað kvöldverðurinn kostar, en viðskiptavinni Landsbankans þurfa að taka fram spariklæðin fyrir kvöldið því konur eiga að mæta á síðkjólum og karlar í reykfötum. Ekki fékkst uppgefið hjá Landsbankanum í dag hver heildarkostnaðurinn við þessa boðsferð, en venjulegu maður sem þjakaður af yfirdrætti í sínu banka þarf að greiða hið minnsta 120.000 krónur fyrir svona reisu. Kaupþing býður tæplega 200 viðskiptavinum bankans í lúxuskvöldverð á Listasafni Reykjavíkur helgina. Michelin kokkur frá einum dýrasta veitingastað Frakklands eldar á dýrasta vínið kostar alltaf 100.000 krónur flaskan. Helga Arnardóttir. Kaupþing í Lúxemborg býður til einkakvöldverðar bæði föstudags- og laugardagskvöld og hafa forsvarsmenn bankans flutt inn matreiðslumeistara frá Frakklandi. Hann heitir Emil Jung og eigandi staðarins og Krokodil sem í Strasbourg. Veitingastaðurinn með þeim dýrari í Frakklandi. Hann með 2 Michelin-stjörnur sem mælikvarði á gæði staðarins. Mest geta veitingastaðir fengið 3 Michelin-stjörnur. Sem dæmi kostar 10 rétta máltíð fyrir 2 með víni 415 evrur eða tæpar 40.000 krónur. Hér í porti Listasafns Reykjavíkur fara herlegheitin fram. 80 íslenskum viðskiptavinum Kaupþings verður boðið til kvöldverðar hér á morgun og 115 stærstu viðskiptavinum Kaupþings í Lúxemborg verður boðið til kvöldverðar á laugardaginn. Boðið verður upp á 10 rétta máltíð bæði kvöldin. Á boðstólnum verður meðal annars hreindýr, anda og gæsalifur, lynghænur, dúfur, humar og fleira. Þá verður boðið upp á hágæða vín með matnum, pingus frá Spáni og Bordeaux vín frá Frakklandi. Veitingaþjónustan Múlakaffi aðstoðar Emil Jung við framleiðslu. Heimildir fréttastofu herma að ódýrasta vínið í veislunni kosti tæpar 40.000 krónur og það dýrasta alltaf 100.000 krónum. Til samanburðar má geta þess að hér í vínbúðinni í Austurstræti kostar dýrasta vínið tæpar 20.000 krónur. Forsvarsmenn Kaupþings vildu ekki tjá sig veisluhöldin þegar leita var eftir því. Tugir sparibúna manna og kvenna lagðu leið sína í Listasafni Reykjavíkur í gærkvöldi ekki til að njóta listar heldur ljúffengra veitinga í boði Kaupþings. Lóa Pind Andrisadóttir. Það var 8-leyti í gærkvöldi sem prúðbúna gesti tók að streyma í Listasafnið en eins og við sögðum frá í vikunni var það Michelin kokkur frá einum dýrasta veitingastað Frakkland sem eldaði og mun dýrasta vínið hafa kostað alltaf 100.000 krónur flaskan. Miklir kyndlar loguðu við innganginn og tók á móti fólki sem ýmist kom með leigubílum eða einkabifreiðum. Gestirnir voru allir í sínu fínasta pússi nema þessi sem mætti á flíspeysinu og vildi síður að tekin yrði mynd af honum. Sumir létu kaldan kvöldgustin ekkert á sig fá og mætti á jakkanum, enda hefur tilhugsun ein 10 rétta kvöldverðin sem framundan var líklega duga til að veita mönnum yl í kroppinn. Meðal réttana voru hreindýr, anda og gæsalifur, lynghænur, dúfur, humar og fleira ljúfmeti.